Verið velkomin í nýtt vídeo frá Sör spilar golf. Í dag spila ég korpuna áin landið. Svolítið í flýti, en ég ætla að gefa unga manninum orðið. Gjörðu svo vel, þú maður, í þessu vídeoi. Tökum hérna, sjá hvort við náum að taka hérna áin landið. 25 mínútur. Ég raun svona 23 vegna þess að ég reyni alltaf að hætta 2-3 mínútur fyrr cirka, svo fólk hafi tíma til að koma sér inn og svona. Hörru, ég nenni ekki neinum yfirlitsmyndum hér. Þurfum að keyra á þetta. Ógeðslegt högg. Sestu. Ekki penalty area. Deep breath. Þetta var högg í flýti. Ok, 20% refsing, hann 10 metrar, 66. Þetta er bara 60 gráður. Ekkert spinn sem ég fæ. Það bara perfect. 60 metra högg. Svo stuttur, feel like. Já, hann stuttur. Þá það hönnubrautin á ánni. Það skemmtileg. En það verður nú bara alltaf hérna, tek 6 hingað eitthvað. Tek svo mínútur hérna yfir, en í hermi þá var maður nú bara neglifur sko. Jæja, slá út. Táarskot. Yfir mig. Ekki gott. Það skal fært til bókar að þetta er 3. 18 hóla hringurinn minn í dag. Ég er ekki að afsaka mig. 117. Þó ég hafa nú reyndað að vera að því, sko. 117, ég veit ekki alveg. Við erum ekki upp í fjöllunum, sko, núna. Tökum pitching wedge. Aðeins kontróla þetta vinstri, sko. Nær hann að halda. Jöp, náðu að halda. Það er birdie. Komið þá eitthvað einn yfir. 1 yfir. Það er vanlega ekki hérna. Alltaf eitthvað svona. Þú veist, hérna 2 járn eða eitthvað. Mig langar að prófa að taka feitaðan driver. Langt síðan ég tekið driver þessu hóli. Sjá hvað gerist. Hvað feitaði meira? Feitaði ekki nú. Sérstu, fuck off. Gæti verið gaman að gera eitthvað svona í hérna framtíðinni. Feita hann aðeins meira eða eitthvað. Nú er ég í stórkostlega vandræðum. 85, refsingu 93 eða eitthvað. Eitthvað svoleiðis, 93. Niður í móti. Tökum 54 gráður. Mér finnst þess að ég ætti að ná yfir þessi 3, sko. Pretty easily. Might be wrong. Tók just in case svolítið ofalega. Sérst, já. Það hefnaðist. Þarf að taka þennan hring svolítið geyst til að ná honum. Það er gap wedge á þetta.
ekki 54. Það sló rosalega fallega í þann, fannst mér. Stoppa og komdu tilbaka. Komdu. Er þetta stöngin út hringur? Er ég ekki að fá stöngin inn hring? Það er svona, maður er náttúrulega pínu við sér. Og ég er að reyna að taka hérna 18. Ég mögulega hefði átt að taka bara 9 með svona skamman tíma eftir. En við hlaupum með hling. Reyndi að taka svolítið aðeins meiri inside out sveiflu núna. Það var ekki mikil kraftur í. Vantaði kraftinn en allt í góðu. Skiljum eftir hvað? 88. Það er bara 54. Það er bara fínt. Leikur alltaf vinstri hérna einhvern veginn fyrst mér. Þannig ég ætla að með til hægri. Ég djöðu var það léltak maður. Ég viffaði undir hann, tók á tanna og veit ekki hvað. Ekki gott högg. Það er leiðilegt að spila völl, eða þú veist það væri skemmtilega að spila völl með svona VAF3 völl. Þá sér maður allar upplýsingar og maður sér mynd af hvernig maður er að slá í kúluna og alls konar upplýsingar sem vantar þegar maður er ekki að spila VAF3 völl. Herra, sláum út til hægri. Djútt var það léltak maður. Ok. Ég held að næsta högg verið brjálað. Ég er búinn að slá svo mörg högg í dag. Mest bara 111 valsbráðar. Ok, 113. Þetta gæti verið Gabbets. Ég var að prófa Gabbets. Prófum Gabbets á þetta. Þetta er upper reach á Gabbets. Næ ég... Já, ég ætli ég brjálaðist í síðustu högg. Þá kemur hann eitt. Langt og gott. Já, ég sló mjög vel í hann, sko. Næ ég taka upper limit? Nei, djöfull mun hann litli samt. Þá vippum við bara. Vippum hérna. Aldrei líklegur. Það var eitthvað funky vipp. Djöfull, ég er spenntur fyrir næsta dræfi, maður. Hún ætli að fucking neglur. Ekki vissum að kameran dugi, minnið. Þannig að það kannski köttast, kannski verður þetta bara ef ég næði 9 hólum, þá var ég helviti glaður. Ok, slá út til hægri, en fucking negla. Ég bara, hvernig get ég neglt meira þetta? Samt bara 109 miles per hour. 142, það er, segjum bara, lítil 8. Alls 7. Svo heyrið þarna að þarna fer myndavélinn aðal át, minnið var búið. Þannig að ég þurfti að redda mér að taka símann minn sem ég nota sem svona front facing og hljóðið er þá ekki lengur úr litla mikrofónunum og er svona aðeins síðra og ég var að dreifa mig ógeðislega mikið þannig að ég svona skellti þessu bara svona upp hún hafði ekki alveg séð að hún sígur aðeins niður en ok, allt í góðu. Þannig að við höldum bara áfram með þennan hring.
En sko, the ramblings of a madman heyrist þá minna. Og ég ætla bara að lýsa þessu þá héðan úr the control booth. Þarna var ég að fá fallegan örn á 7. braut. Helvíti gott. Og hljóp bara næst á 8. braut sem svona þægileg par 3 eins og þið þekkið. Tek 7 þar. Þetta alltaf svona spurning hvort maður að taka 7 eða 8 jafnvel. Og 7 ofta leka yfir sko. Tók 7 og náði ekki að klára eitthvað með sveifluna, þannig að hann bara hélst út til hægri og enda í bunker. Sem ekkert mál, það ekkert lipatning, ég tek bara venjulegt vipp sko. Bæti bara 10% á hann. En sjáu þarna, rétt missi af hringnum, fæ skolla sem ég ekki glaður með. Þannig að þá ég komin, var á -3, nú ég komin á -2 aftur. Og hérna fer á síðustu hólu á ánni, 18. eða 9. eftir hvernig þið horfið á það. Og búin að vera að slá allt í lagi bara, ekkert eitthvað stórkostlega með dræfur. En næ hérna eiginlega hinnu fullkomna höggi sko, eins og ég vil hafa. Byrjar aðeins hægri og kemur undir vinstri, 241 metr, 108,5 miles per hour. Skil eftir eiginlega stutt högg. Má spinna, segir Sigursteinn. 75 gráður, nei 54 gráður fyrir aðeins yfir hann. Mátti spinna aðeins, ekki of mikið, slapp. Næ hringnum og fæ þá fugl og enda fyrir 9 á 3. pari. Það bara fínt, gott veganesti í seinni hálfleik sem þá landið og við byrjum hérna á stuttri par 4. Ég stilli miðið nú bara yfirleitt alltaf bara svolítið svona beint þarna í draslið allt. Þegar ég segi draslið meina í bunkarinn og allt þetta, allt stöffið, það skiptir engu máli í hermi sko. Næ hérna bara akkord inn á milli með dræfur, 270 metra dræf og 110 miles per hour. Það bara eins og læknirinn pantaði. Það, veist að mér finnst bara oft gott að vera að flýta mér sko. Bara tekið högg og högg, búm, búm, búm. 54. Bara í sóninu. Tek vipp með 54 gráðum. Hann þarf að ná hringnum. Annars þetta allt fyrir bí. Þetta góða dræf. Ég næ hringnum, þannig ég fæ fugl. Og komin á 4 undir par. Þegar við förum yfir á 11 sem önnur náttúrulega ótrúlega þægileg par 4. Og þar vítt til veggja og það getur maður bara heldur betur líka nelt. Og alltaf svolítið heldur betur að taka á því maður. Og bara fer í tréð þarna sýnist mér. Bara alls ekki langt högg. En þetta stutt braut, þannig að það lítið eftir. 54. Tek þarna 54 gráður, eins og maðurinn sagði. Reyna að ná hring, það hefði algjör bónus. Aðeins púllaður. Fyrir ekki púllaður heldur, hérna ég fór undir hann, minni mig. Þannig að þá hérna náði ég ekki að kompressa nóg vel og hann var bara stuttur. Fæ bara þarna par
Það var nú bara þriðja holan í röð sem par 4 þægileg stutt. Ég stilli mig svolítið svona nálægt trjánum bara þarna og reyna að fá hana aðeins til vinstri. Á þessum tímapunkti ég bara að hugsa að reyna að slá til hægri og taka á því svolítið. Lokunum kemur outside in, enda í röffi. Datt ekki alveg fyrir mig þetta. Enda í 249 metrum, 108,6 miles per hour. Þetta einhverjir 112 cirka eftir með refsingu. Það bara gapvæts. Bara svona flýti högg, bara annað pari. Og þýti yfir á 13. Á þessum tímapunkti voru bara nokkrar mínútur eftir af tímanum. Þannig að þetta eru 119 metrar upp í múti, 120 og eitthvað metra högg, tek pitching wedge á það. Þar svona taka svolítið á því bara með pitching wedge. Annars skotinni hafi það. Heppnast bara rosalega vel. Og nær hringnum. Helvíti gott. Það er fugl hérna. Kominn á 5 meter par. Það er bara fínt. Með þess að með einu skolla þarna á 8. braut hérna. Það var að korpu brautin mikla. Hún er hérna ekki gefins, hún er alveg ágætlega löng sko par 4 svona með allt og allt. Hvað er 380 eitthvað, 390 eitthvað metrar. Það þarf að ná góðu höggi uppásækju hérna. Og ég tek hérna 108,4 miles per hour, bara mjög glaður með þetta. 260 metrar högg. Og hérna bara með því betra á þessari braut. Skil ekkert mikið eftir. Hvað er þetta? 125 cirka. Það er bara þar sem ég er á eldi og adrenalín í botni að ég er að lýta mér og teki pitching wedge á það. Svona hugsa aðeins til hægri. Leyfum mér aðeins að tósan til vinstri en fer nú ekkert til vinstri, helst bara að núti til hægri. Þannig að það vantaði nokkra metra viðbútt. En ég næ góðu pari. To remain 5 under. Svo er hérna easy par 5 eftir. Þetta land er náttúrulega ótrúlega gefins. Auðvelda brautir. Það var bara að negla þessu eitthvað áleiðis. Og hérna. Náði loksins krafti hérna, 111,5 miles per hour. Hérna, svolítið ánægð með það, reyndar stoppar hérna í röffinu, þannig að enda bara í 260 metrum. Hefði þurft að slá aðeins meira út til hægri. En bara fínt, hvað er þetta, 136, eitthvað svona 150 cirka, eitthvað svoleiðis eftir. Það er bara 8. Reyna að slá út til hægri og draga hann aðeins inn. Gera það enga veginn. Það er ótrúlega ósáttur að helst, ég næ ekki ég klári ekki sveifluna. Þannig að það bara helst hann svona út til hægri en ok, fuck it. Ég er bara við hliðin á grinu, það er bara að taka easy whip, 54 gráðum. Tek með þessar 60 gráðum, það er svo mikið í röff þarna. Allt ég tek 60 gráðunar, þá fór hún svolítið upp. Ég næ ekki hringnum. Ég fæ bara fucking par. Þetta var það mest held ég svekkjandi við þennan hring. Bara eiginlega alveg fáránlegt að ná ekki hringnum hana. Einhvern veginn bara náði ég ekki að hugsa sko að breyta úr 54 yfir í 60 í hausnum á mér og tók bara svona 54 högg með 60 gráðum, þannig að hann var bara stuttur. 3 holur eftir. Þetta er par 3 pitching wedge.
hitti bara rosalega vel í hann og bara geðveikt högg og spinnar ekki út, þannig að hann helst í hring til að fá fugl. Sigursteinn á eldi á þessu augnabliki, kominn á 6 undir par, 2 hólur eftir. Hvað gerist? Löng par 4, bönkar á vinstri, bönkar á hægri, skiptir engu máli. Ekki nema sé að löffu lippið, skilji, neglum bara á þetta. Tek þarna eitt mitt hægasta högg ever, sko, 104,1 miles per hour. Ógeðslegt. En 246 metrar, bara fínt. Ekkert auðveldasta högg í heimi eftir, en samt ekkert það erfitt. 140 metrar, skilur, þannig að það er bara easy, mjög easy 8. 9 hefði verið aðeins svo mikill rembingur. Púlla helvitis 8 alveg ótrúlegt að þetta átti að vera easy. Nei, ég hafi tekið 9, manna ekki. Held að þetta hafi verið 8 bara, léleg. Par, 1 hól eftir, það eru nokkrar mínútur eftir. Nokkrar, ég meina svona 2 mínútur, 4 mínútur. Það eru 4 mínútur. Signal. Þetta þarf að vera max 3 högg, helst 2. Já, heppnast rosalega vel, 106,5, ekki það hraðasta, en ég held að það sé nú bara fínt, þannig að þá fer hann bara ekkert í vatn. Endi 254 metrum þarna í þessu dræfi, bara á geggjum stað, skil bara eftir þægilega velend á þessari par 5, hvort þetta sé 200 metrar eitthvað svoleiðis, og tók þarna bara 5 eða 2, ég man ekki. Og lokan mæs, þetta er pínu outside in, loka kilohaus, þannig að hann enda vinstra megin, skil eftir síðasta högg dagsins vonandi. Þarf að taka 60 gráðnar, það er svo mikið stórstór F á milli, þannig að lyfta hann svolítið upp. Reyna að ná svona hring til að enda á -7, 7 undir par, það væri eiginlega met hjá mér. Vippa ágætlega upp og bara perfect. 7 undir par, nýtt met hjá mér. Djöfull er ég ógeðslega fucking góður í golfi, hugsaði ég á þessum tímapunkti. Svaka glaður. Maður þarf að fagna þessum litlu sigrum, sko, í lífinu. Það var örn og það voru fuglar og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að við förum bara sáttir heim að sofa á kottan. Hér er smá tölfræði hringinn. Sjá að ég hitti 50% af brautum, hitti 89% af grínum, sem er alveg ógeðslega gott. Meðaltalið hjá mér 73%. Bara 50% skrambúl, en það voru nú svo sem fá grín sem ég hitti ekki, þannig að þetta var, ok, whatever. Average drive 246, já, ég er ennþá pínu í íslempi með hraðan á dræfunum mínum, sem sagt á sveiflunni. Ég var bara með meðalhraða upp á 107,5 miles per hour. Ég náði alveg nokkra hringi í röð, svona áður en ég byrjaði að taka upp að vera alltaf yfir 110 average. En núna er ég búinn að slempa eitthvað niður, þannig að það bara vonandi kemur aftur upp. Og þá skulle þið vara eitthvað, sko. Þá fyrst verður þetta að verða álöru vídeo rás. En herðu, þetta var bara skemmtilegt. Tók þetta á bara, hvað voru þetta? 20 mínútur, 23 mínútur eitthvað, ég veit ekki. Hljóp þetta, oft er það bara skemmtilegt. Ég er ekki ennþá komið með catchphrase til að loka vídeónum, þannig að ég ætla bara að segja takk fyrir í dag og verðum í bandi.